Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það var að koma út bók bara núna í vikunni, heitir Ástarkraftur, undirstöður ástarfræðar og stór bók, margar greinar í þessu. Ritstjórar eru Berglind Rós Magnúsdóttir og Silja Bára Ómarsdóttir. Berglind Rós er hérna komin og svo er hérna líka Anna Guðrún Jónsdóttir Jónasdóttir fyrir ekki, sem er prófessor emerita í kynjafræðum við Örebro háskóla og að sumuleyti upphafsmaður af þessari fræðagrein, ástarfræði, eða ekki? Já, allavega hugtakinu ástarkraftur. Já. Jú, og mörguleyti. Já, ástarfræðin, já. En þá þarf maður að spurja, að þetta heitir ástarkraftur. Hvað er það vegna þess að ástin er bara eins og Guð, það var margir nuggað sér upp við hann og ástina og hún hefur verið tegð og tóguð í alla áttir, þannig að þið verið að hjálpa mér aðeins að vita hvað er ástin í ástarfræðunum? Já, það er í mjög einföldum skilningi tilvistar orka, rétt eins og vinnukraftur í skilningi Marx er ákveðin tilvistar orka, lífskraftur og sem við eyðum þá í vinnu. Ástarkraftur er þá sá lífskraftur sem við eyðum í samskipti og veita öðrum athygli og ást og umhyggju. Og erotíska athygli enga síður. Já. Þetta er svona allra einfaldasta skýringi sem ég get gefið þér. Og það má kannski rifja upp að Anna Guðrún þróaði kenninguna með því að spegla hana að nokkru leyti við vinnukraftskenningar Marx. Það var líklega að þarna væri eitthvað afl í samfélaginu sem að væri óséð og ómælt og lítið rætt og við þyrftum að finna einhverja aðferð til þess að tala um það til þess að... Já, og náttúrulega til þess að passa upp á að lífskrafturinn sé ekki arðrænt. Því það var náttúrulega arðrán og vinnukrafti var auðvitað það sem stóð hjarta Marx næst og það er náttúrulega á við allan okkar lífskraft að það er ásókn í hann. Já, en er það ekki þannig að því meira sem að gefur ást, því meiri ást verður til? Er þetta ekki endurnýtanleg auðlind? Þetta er endurnýtanleg auðlind, jú. Eins og vinna svo sem maður bara sefur. Já. En gagnkvæmni í samskiptunum eru auðvitað líkil forsenda þess að eitthvað magnist upp og vaxi. Það sé ekki gott að gefa bara. Alveg eins og með vinnukraftina, það er eitt af svona líkil atriðunum í kenningu Marx er gagnkvæmni í staðin fyrir í rauninni einokun auðmagnsegandans á vinnukrafti og þannig má líka heimfara það upp á ástarhagkerfið og sjá ákveðna samlíkingar þar. Var það kveikjan að því að þú fórst að skoða þetta að það væri misnotkun á? Nei, þetta er, ég veit ekki hvort ég get stuttumálið sagt en þegar ég byrjaði með mína byrjaði með efnið sem ég skrifaði doktorsritgerð að þá á þeim tíma sem sagt á 8. áratugnum og ég byrjaði eiginlega á þessu kringu 1980 að þá var mikill áhugi hjá fræðikonum, fræðimönnum sem að vildu skoða og rannsaka valda hvað segir maður? Misvægi á milli kynjanna og þá var margar fræðikonur í ýmsum löndum voru þá líka með áhuga fyrir kenningum Marx og spurði sjálfs hvernig er hægt að nota eða er yfirleitt hægt að nota bæði aðalega aðferðafræði Marx til að kannski hjálpa manni til að skilja valda misvægi milli kvenna og manna. Sem er þá svona utan peningahagkerfisins og vinnumarkaðins. Já, eða svo er og ég sem sagt ákveða að einhvern veginn að reyna að nota þessa spurningu
þannig að þetta með að bera saman það sem ég eftir mikla krókaleiðir kom inn á þetta með ástarkraft, það var ekkert með frá byrjun. Þegar ég byrjaði eða spurði þessara spurninga, sem sagt, hvað það sem að getur skýrt þess að karlveldið heldur áfram í sem sagt, þjóðfélögum, vestrænum þjóðfélögum sem eru ekki bara formlega með formlegt jafnrétti og löglegt jafnrétti, heldur líka þessum konur eru svona relatíft, svo tiltölulega efnahagslega sjálfstæðar kannski og þar sem að velferðaríkjan líka jafnvel styðja við konur, að einhvern veginn samt sem áður heldur karlveldið áfram og þá fór ég sem sagt að hugsa mér að það kannski, það er einhver skýring, einhver hlið ég hef aldrei trúað á einhverja eina alhliða skýringu á öllu misvægi og sem sagt eftir margar krókaleiðir og þá kom ég inn á þetta með að það væri þarna í þessum tengslum milli fólks sem kynvera, að þar er einhver kraftur, einhvert ferli, einhvert flæði sem að ég undir lokin sá að já, þetta er ást, og ég man að ég vaknaði einn morgun og hugsaði með mér að þetta sem ég er að reyna að festa hendur á, ég verði að nota orðið ást þetta og ég bara eiginlega svitnaði því það fannst mér svo langsótt en það sem að var áður mikið nota, það var þetta með hvað er care, altså care umhyggja og ég hugsa með mér, já en það sem að þetta flæði og þessi iðja og það sem gerist í tengslum milli kynveranna, bæði milli kvenna og manna, því það sem ég var að hugsa líta á, en það náttúrulega getur líka verið á milli karla og milli kvenna og ég sem það er ekki umhyggjan er ekki að það verður að vera eitthvað með eitthvað meira í sexualitetin þannig að þá smá saman kom ég upp með þetta erotíska algleymi. Já, altså að það er bæði umhyggja og erotík eða ekstase eins ég nota af þegar ég var að skrifa á ensku en það sem ég sé að margir misskilja svolítið kannski sem að þetta sem ég verða að skrifa og senda frá mér að það eins og ég skýr þetta með umhyggju og erotíska ekstase að það er sérstök umhyggja, það er ekki sko umhyggja sem er eins og vinna heldur er þetta umhyggja gagnkvæm umhyggja eða ekki gagnkvæm sem skapast í nafni ástarinnar. Já. Þá er erotískar ástar, þetta er ekki svona bara almennur kærleikur, þetta er ekki það? Já. Nú? Já, þetta er náttúrulega altså ástin er náttúrulega á svo mörgum tegundum. Já. Ég hef dálítið mikið núna verið að skrifa ættjarðarást og nationalisma og það er sérst alls konar, það er margar hliðar og ást á milli foreldra og barna, föðurást og móðurást. En arðránið sem er á þessu stað, þið eru fyrst og fremst að tala um að það er í kynferðislegu ástarsambandi. Já. Og reglan er svo að við karlarnir erum arðræna ykkur konurnar. Já, altså að vegna þess að það sem að þessi tilgáta, þessi kenning sem ég legg fram, að ein hlið á þessari margföldum skýringum á missvæginu í völdum er að karlarnir sem sagt fá meira en þeir gefa tilbaka. Að þeir geta byggt sig upp sem einstaklingar og fá stöðugt nú vantar mig orð athygli, já, og viðurkenningu. Já. Alltaf vera hrós okkur.
Já. Og skapa sér ákveðin myndugleika. Já, og það er Gegnum þetta það. einmitt með mynduleika því að ég kem líka inn á það í einhverju sem ég skrifaði að þetta þýðir ekki það að konur, við konur erum ekki alveg valdalausar en við getum haft áhrif en skortur kannski svona þennan gefna mynduleika, það er ekkert sjálfsagt og jafnvel þó við séum í valdastöðum. Sem að við kallanir höfum að því að inn í okkur er uppsöfnuð ást sem að þið hefði gefið. Já, eitthvað þannig. Já, sko, og málið er líka og mjög gott að Anna Guðrún myndist á það í viðtalinu á RÚV í lestinni. Þetta með að við erum kynverur allstaðar. Þetta snýst ekki bara ástarsambandi sem við erum í. Nei. Við vorum að hlæja þér og veita þér fullt af athygli hérna áðan og hérna og það bara á fundum hver fær kinka kolli í sambandi við hugmyndir og hver fær vægi í hópum á hverja er hlustað og svo framvegis. Þannig að þar er þetta misgengi og af því ég er í uppeldisfræðinni þá man ég svo vel eftir því ég var að lesa valdatengst kynjana í bekkjum og þá kom í ljós að það er alltaf verið að tala að strákar hérna standi svo illa í skólanum að þá fá þeir 70% af athyglinni. Það gagnar þeim ekki mikið. Alla jafnan og það er náttúrulega öfgarnar á milli. Það er annarkvort ertu að fá mjög mikla jákvæða athygli eða náttúrulega neikvæða. Þannig að þetta er svona, athygli er auðvitað ekki alltaf, fylgir ekki alltaf ást, sko. Þegar þeir eru að lýsa þessu, þá er eitt sem að gefa mikla ást, annars sem þykkur mikla ást, gefur lítið tilbaka. Og þið látið að líti út eins og að sá sem að fær mikla ást og gefur lítið tilbaka, hann njóti áast ástarinnar. Já. Að mér finnst það svona, ef maður er svona almenna lífsbyggi og hlera, að þá er eiginlega sá sem að gefur mikla ást, að hann er ástríkari og lifir ástríkari lífi. Já. Er ég fastur í einhverju svona kristilegu svona með þið? Já, nei. Betra að gefa en þykja. Svolítið. Sætla að gefa en þykja, já. Og svo er ég náttúrulega líka að hugsa svona kalla sem hafa fengið ástmikla að það er ekki eins og þeir geisli af einhverju ástúð. Nei. Það er ekki alltaf. Nei, það er nefnilega, það er það sem að... Hún hleðst ekki upp. Það sem að gefur í þessum tengslum og þessu flæði að það er líka eitt sem ég undirstrika alltaf að þetta þýðir hugmyndin að konur séu einhverju leyti orkutæmdar eða arðrán er svolítið skrítið hugtak vegna þetta er ekki stuldur, það er ekki verið að stela hinu en að þetta þýðir ekki það að konur séu alltaf óhamingjusamar því það er náttúrulega gott að gefa bæði ást og annað en þeir sem að taka á móti ástarkraftinum og gefa lítið, þeir svo sagður. Já, þau gefa lítið en geta sem sagt það þarf ekki endilega þýða það að segir einstaklingar séu svo ástúlegir við aðra en sem sagt þörfin á að fá þetta til þess að byggja sig upp sem sjálfstæður einstaklingur og þora að gera hluti Það hlæðst upp í svona mynduleika sjálfsöryggi. Já, sjálfsöryggi og vita það maður er einhvers virði. Myndu þið segja til dæmis að Trump hafi notið mikillar ástúðar? Ég spurði mig helst ekki Trump. Ef þú hvolfir bara aðdáun og ástu yfir eitthvað, þá endar eins og Trump. Nei, þetta eru þín orð. Já, ég veit það. Við erum svolítið í leik hérna að koma Trumpin í öll. Já, nei, við höfum ekki stúderað hann sérstaklega og ætlum okkur ekki að gera það. Nei. En þetta er kannski lélegt dæmi, en þetta er samt í áttina við það sem þið er að segja, að það sem eitthvað sem nýtur mikillar ástar, athygli, fær mikið rými og svona, hann gefur ekki endilega frá sér ást. Nei. Og hann er verið mjög háður því að fá slíka ást. Já. Eða athygli. Já. Þetta er náttúrulega mjög uppeldisfræðileg spurning í rauninni, hvernig við kennum fólki bæði að njóta ástar og taka við henni. Það er líka fólk sem að fær athygli og ást en á svo erfitt með að taka við henni og það eru alls konar hindranir sem að geta verið í veginum fyrir því að við njótum okkar í þessu í rauninni kynverenda kerfi.
Og það auðvitað lykilatriði í því að við erum að taka þetta hérna upp sem mikilvægt viðfangsefni. Og mjög mikilvægt þér. Verulega mikilvægt. Já. Og þú næstuð í vill ganga lengra heldur en hún að segja að þetta skýrir eiginlega flest. Nei, alls ekki. En það ótrúlega... En það algjör blinda ef maður að horfa á heiminn. Já, við erum líka svo upptekin af vinnu hérna á Íslandi og almennt og það næsta sem við höfum komist í þessari umræði þriðja vaktin. En það líka mjög skilgreind verkefni. En við þurfum líka að geta skoðað í rauninni bara lífsorkun okkar og hvert hún streymir og hvað gerist í ástariðjunni og þannig að við getum gert svo miklu meira af því. Og það auðvitað við öll okkar tengsl líka á milli foreldra og barna og það auðvitað miklu meiri hefð fyrir því að skoða það með þessum hætti. En það eitt einmitt í þetta með tengsluna milli foreldra og barna, eitt sem að ég tek upp einhver staðar í einhverju sem ég skrifa að veita til dæmis frá mæðrum eða feðrum sem að veita gefa mikinn ástarkraft til barnanna sinna. Þar getur aldrei þar aldrei spurning arðrán eða sem sagt ójafna orkutæmingu vegna þess að forsendurnar fyrir því að sé hægt að tala arðránin sem hann tala, það jafnrétti. Altså formlega jöfn staða eða svo maður frjáls, það sama í kapitalismanum að þeir sem selja vinnu sína, þeir eru frjálsir. Þú gerir það ráð fyrir því að foreldrið vilji gefa endalaust af ást til barnsins? Já, endalaust, það ég ekki að segja, en það ekki, það altså öðruvíð, það eru allt aðra forsendur fyrir þeim tengslum, alltaf félagslegar forsendur fyrir tengslunum á milli foreldra og barna. Það ekki hægt að nota kenninguna í það. Nei, það ekki hægt að nota kenninguna í það. Hún gildir ekki þar. Það sé ekki að sjá fyrir sér að foreldri, að þessi ójafnvægi ég veit ekki hvernig ég orða þetta. Ég heyrði eins og mann segja það að þá var hann eitthvað að tala við annan sem var að kvarta yfir að viðkomandi það ekki fengi nógu mikið í æsku frá foreldri sínum. Já. Og þá lék þessi sér að segja og gafst þú eitthvað? Já. Og ég hafði ekki heyrt þetta áður, þess vegna mann ég þetta. Að ég hafði ekki áttað með á því að maður getur líka hort á æsku sína og hvað ég gaf foreldrum mínum. Já. Af því að það er svo haldið að okkur að það eigi bara að vera eiginlega eins og einstefnugata. Já. Það ég bara... Já. Og einhvern tíma var það þannig að það var litið svo á að konur ætti að gefa körlum ást. Jú. Og við náttúrulega erum með ákveðna bylgi í því núna aftur með þessar svo kalluðu tradwives bylgju. Þannig að það er ekki eins og það sé bara fortíðin, sko. Nei, konan geti ekki orðið hamingjusöm nema að hafa kall til þess að gefa ást sína. Já. Og þjóna. Og eiga börn og fara í þessa svona hefðbundnu fasa. Herðu, má ég snúa mér á bókinni? Af því að þannig eru marga greinar. Já. Og þú ert ritstjórinn. Já. Og ef þú gefur okkur svona bara smá hugmyndum fjölbreytileika greinana. Hvert er umfjöllunarefnið? Já. Á þess að ég byrði það einhvern veginn ef þú átt grein í bókinni og Berglind mun ekki nefna þig að þá fellst í því engin dómur. Nei. Þetta er ótrúlega... Ég er mjög stolt að því að hafa fengið allan hennar hóp til að koma í þetta ferðalag með okkur Siljubáru og þarna eru tveir heimspekingar, Davíð Kristinsson sem að skrifar kafla sem hann kallar þilið milli ástarspeki og ástarfræða, stef í íslenskri heimspeki 20. aldar. Þar sem hann í rauninni kynnir fyrir okkur þá 4 fræðimenn eða flestir heimspekingar sem að höfðu eitthvað fjallað ástina og þeir eru öll upp á 20. öld og
vegna þess að það eru náttúrulega akadéman hefur ekki gert mikið með ástina. Listirnar hafa bara átt ástina óskipta, bókmyndirnar. Þannig að það hafa mjög fáir á undan Önnu Guðrúnu treyst sér í það. Og auðvitað átti heimspekin einhverja svona mjög afmarkaða anga. Páll Skúlason skrifaði pistil og fór víða með hann og ræddi við fólk ástina. Og þá var hann mjög upptekinn af gagnkvæmninni og mikilvægi gagnkvæmninnar til þess að við getum kallað það ást. Björg C. Þorláksson sem var nú fyrst kvenna til að ljúka doktorsprófi. Í heimspeki, já. Já. Hún var líka ein af þeim sem að fjallaði ástina sem svona lífeðlisfræðilegt fyrirbæri. Og svo framvegis. Þannig að hann fer svolítið í söguna og velti fyrir sér muninum á ástar heimspekinni og svo ástarfræðunum sem að Anna Guðrún setur fram á sínum tíma. Nú, Ólafur Páll Jónsson, prófessor á menntastarsviði, hann skrifar ást og ógæfu og velti fyrir sér þessari viðleitni okkar í nútíma samfélaginu að alltaf að tryggja okkur fyrir öllu. Tryggja okkur fyrir hamingjunni. Og ef við getum ekki tryggt okkur fyrir hamingju þá einhvern veginn forðust við hana og við náttúrulega erum að sjá það að ungt fólk miklu minna að stofna til ástarsambanda og það eru einhverjar breytingar í gangi varðandi svona tengslin okkar líka vegna samskiptamiðla og svo framvegis. Þannig að það eru ýmsar breytingar. Hvernig tengist það að vera að tryggja sig? Meinarðu að fólk að tryggja sig fyrir sambandsslitunum með því að nú ekki til saman? Já, ástarsorg, hún getur tekið í marga mánuði. Já, og verið dýpri en ástin. Já. Þannig að hann að velta fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað sem við þurfum að huga að, hvernig, og hvort að það sé í raun hægt að tryggja sig í ástinni. Hvort það sé í rauninni einhver kostur. Og ég bara mæla eindreið með þessum hugleiðingum. Ég segi nú bara eins og Supremes, you can't hurry love, you just have to wait, sungu þær. Já, akkurat. En það er ekki þetta, maður eru bara þiggjana, eða eitthvað. Já, það er spurning. Nú svo ég með 2 kafla þarna þar sem ég annars vegar fjalla tvíkerfa kenningu Önnu Guðrúnar í ljósi samtímans og svo ég með kafla þar sem ég reyndi að fanga feril Önnu Guðrúnar og hvernig þessi kenning þróast í bland við hennar fjölskyldulíf og bara venjulega líf konu sem að að reyna að koma fram með nýjar hugmyndir og nýtt hugtak í stjórnmálafræði og var svo sem ekkit sérstaklega mikið hampað með þetta. Og svona eins og bara oft gerist í akademínu, það eru bara mjög miklar áskorunir að koma fram með nýjar hugmyndir oft. Og ástin átti náttúrulega bara að vera með hugtak eins og ást, það var bara ákveðin hindrun í sjálfu sér. Hversu mikilvægt er framlag hennar, Önnu Guðrúnar? Það er gríðarlega mikilvægt og ég held að það er náttúrulega rúm 30 ár síðan að hún setti þessa kenninga fram og það er í rauninni eiga enn við og við eigum ennþá eftir að greina veruleikan miklu betur út frá þeim og við talum ekki hérna á Íslandi. Þannig að hennar hugsun og hennar framlag er að geta af sér. Já, ég er að gera mig vonur það. Nú, þetta sé í rauninni grunnurinn, en það köllum við þetta undirstöður ástafræða að þessi bók geti verið einhver grunnur að einhverju miklu meira og stærra. Og við getum þróað hér stór rannsóknarverkefni, mögulega námsleiðir. Ég náttúrulega bind mikla voni við Silju Bára Ómarsdóttur sem er hérna ritstýrað þessu með mér. Hún er rektor Háskóla Íslands. Hvað er hægt að gera? Og hún er stjórnmálafræðingur. Og hún er stjórnmálafræðingur líka eins og Anna Guðrún nú er hrifin af þessum kenningum og ég og á þarna mjög áhugaverða grein
ásamt Birtu Kjerúlf það sem hún fjallar alheimsástina og alþjóðasamskipti. Og hvað er það? Alheimsástin. Það er ansi stort orð. Þú veit ekki hvað hillum að setja það. Þú verður eiginlega að fá Silju Báru og Birtu bara til þess að fjalla þessa grein. Já, ég geti spurt hann að Trump-spurningarinnar á hann. Þú getur sko klárlega spurt hann hann. Það er mjög viðeigandi. Já, svo því að hérna, ég tala við áður þetta og þú talar svolítið þess að þetta sé mikilvægt og það er náttúrulega þannig ámar að tala eiginlega allt sko, það voru átt ekki að tala neitt nema sem er mikilvægt, en maður finnur alveg að þér finnst eins og að við ættum að gefa þessu miklu meira pláss, við ættum miklu meira að vera að tala ástina og að bara heimsmynd okkar þess að við erum að horfa á það án þess að taka tillitið þess að þá getum við ekki séð heiminn sko. Nei, við náttúrulega þurfum að byggja hérna upp og það er með það sem að Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hérna í lokakaflanum fjallar umhyggjuhagkerfi, velsældarhagkerfi og við gerum það ekki öðru en að skoða samskiptin og fara einhvern veginn að bera jafnmikla virðingu fyrir þeim lífskrafti sem fer inn í þau og að viðhalda tengslum vegna þess að núna erum við á flekaskilu með það bara munum við halda upp í samfélagi. Hvernig náum við að halda saman samfélögum þegar að lýðræðið er dottu úr tísku, þegar við í rauninni getum stundum ekki einu svona náð tengslu við nokkurn mann nema bara í gegnum netfang eða það er engar manneskjur. Stundum á bakvið hugmyndir eða fyrirtæki eða hvaðina sem er sett fram. Svona samfélagi sé svona skrelnað innan og svona félagsligi galdur sem og það er ástæðan er einföld. Við höfum ekki lagt nógu mikla rækt við þetta. Við höfum hampað í rauninni vinnuhagkerfinu og öllu því sem að tengist því og þeim lífskrafti sem við setjum í það. Við höfum fyrst og fremst verið að hampa því. En við vorum bara núna í vikunni að tala velsældarhagkerfið og svona og það er búið að vera að tala það töluvert undanfarin ár. Er ykkur hætt á því að við séum að horfa á það ef við gleymum ástarkastinum? Sko við erum svo oft eins og Anna Guðrún bendir á og það var náttúrulega þessi sósíalísku feministar sem að voru að skrifa mjög mikið í persónulegur, pólitískt og þeir voru samt sem áður svo oft að skilgreina allt þetta út frá þessum vinnuskilgreiningum. Í staðin fyrir að átta sig á því að ástin er einfallega byggir á tengslum sem eru byggja á að gefa og þiggja. Við getum einhvern veginn ekki skilgreint allt sem vinnu eða verkefni. Sumt er handan þess og fyrir því verðum við að bera virðingu. Þetta er pólitík, en þetta er pólitík sem er mjög svona einkanleg, kemur bara inn í svona einkalíf okkar og nánustu samskipti og hlera. Ef ég er að hlusta á ykkur núna og velti fyrir mig býtu, hvernig veit ég hvort að þú vilt ekki nota arðrán hana, en það er líklega að því að þú nota marxa þá ættu það er eitthvað svona ofnýting. Hvernig get ég fundið að ást mín hafi verið ofnýtt? Ég nota því að skrifa aðalega á ensku og sænsku og þar er notað svo exploitation, exploatering á sænsku. En íslenska þýðingin á því er svona arðrán og það er svolítið skrítið merking á eða svolítið, já það hvað segir maður, það ír að því eins og þetta sé stöldur en það er það ekki. Það er svona ofnýting Já, það er ekki heldur en svona Já, ég er að mörguleiti nær. Fólk skilur það hugtak mjög vel. En má ef ég er að hlusta og mér langar að veltaði fyrir mér, hefur ást mín verið ofnýtt? Hver er einkennin á því? Viltu endurtaka ef það er ykkur að hlusta á okkur líklega kona sem veltir í fyrir sér hvort að ást sín hafi verið ofnýtt hvort hún hafi verið ofnýtt ber það með sér ykkur einkenni? Exploteruð, arðrænt Já Er það ykkur einkenni sem birtist í
sjálfsmynd hennar og líðan eða birtist það í samskiptum hennar við aðra eða hvernig? Altså, ég get svarað þessu þannig að þegar að ég, sem ég hef oft sagt frá, þegar ég hélt erindi hér á Íslandi og á fyrstu kynjafræðilegu ráðstefnunni hér við Háskóla Íslands 1985 og þá var ég einmitt að vinna að og ég hef sagt mörgum sinnum þetta, hafði svo mikla þýðingu fyrir mig að ég þurfti að þvinga mig til að skrifa á skiljanlegu máli þetta sem ég var að hugsa og þegar ég flutti þennan fyrirlestur, það sem að fyrir fullum sal í Odda. Og þessi fyrirlestur hér í Viðauka. Já, og kona sem að ég, kunningjakona mín var þar stödd með tengdamóður sinni og tengdamamman, ég kannaðist við hana, hún var eldri en ég, hún var frá Akureyri og tengdamamman sagði við tengdadóttur sína eftir að hafa hlustað á mig, þetta í fyrsta skipti sem nokkur kemur orðum að minni reynslu. Og ég var mjög glöð að heyra það að kona sem ekki var, hún var ekkert háskólamentuð eða neitt, en hún skildi hvað ég var að segja og þetta höfðaði til hennar. Að hún gera sig grein fyrir hvað hún hafði lifað við ójafna yfirfærslu á einhvers konar lífsork og krafti. En ég held að spyrja aftur með þetta, því að ég veit að þannig að við erum kannski blind fyrir þessu í samfélaginu, þá lítur fólk líka að vera blind fyrir þessu í eigin lífi. Ekki blind fyrir því að ég er alltaf að gefa ást. Já, Berglind, þú hefur oft sagt einmitt að þetta, og það alveg rétt, sko, þetta sem að fer fram í tengslunum, þetta mestu leyti ómeðvitað. Já. Ég meina það gerist bara, við lærum náttúrulega líka bara ákveðin ferli samskipta bara mjög ung og það bara eins og gengur að gerist, það bara eitthvað sem að við verður okkur ómeðvitað og þetta bara innbyggt í menninguna. Já, og orðræður okkar kyn hafa einhvern veginn markað okkur sess þannig að við höfum tendensa til að til dæmis hlæja og hlusta og laga okkur að leyfa makanum að taka stærstu ákvarðanir varðandi búsetu, varðandi svona vinnuna hans og við lögum okkur að og kreppum tærnar í skónum og reynum að passa í hann. Og finna okkur þá svo sess bara þar sem við lendum og þetta vandinn í þessu að það svo erfitt að vera alltaf að skoða út frá einstaklingum. Það félagsvísindin gefa okkur náttúrulega tækin til þess að skoða þetta út frá miklu stærra samhengi. Þú lýsir svo svolítið að þetta bara samofið allri menningu okkar og allri hegðun okkar. Ef að við myndum hittast á kaffihúsi og verðum bara að spjalla bókina eða eitthvað og þá færum við strax í þennan leik. Það sem ég er kallinn og þú ert konan. Já. Og þú eist einhverju, hælir mér 18 sinnum á meðan ég kannski kasta í þig einu hóli. Já. Það er alveg... En til þess að laga þetta þá þurftu bara að gefa bara menningunni eitthvað raflost eða eitthvað. Já. Og ég meina, það náttúrulega ýmsir sem hafa gert tilraunir með það. Ég meina, Magga Pála reynir þetta með hjallastefnuna og við erum ýmis verkefni þar sem verður að reyna einhvern veginn að vinna með þetta. Og það er auðvitað engin ein leið rétt. Við erum auðvitað bara leitandi í þessu og fyrsta skrefið er kannski að skilja þetta hvað þetta er. Og fyrsta skrefið og líka vinna félagsfræðilega rannsóknir á því hvernig þetta birtist og auðvitað höfum við ýmislegt. Ég meina Guðbjörg Linda og Ólöf Július eru með frábæra grein hérna sem að fjalla hvað heitir hún hérna? Hún er eftir. Já. Að kjarna ástina samspil fjölskyldu og atvinnulífs í vöggu kynjajafnréttis.
þar sem það er... Ljómar er svo hjartastefnan að kjarna eitthvað. Já. Þið kannast við það að maður er að fara að kjarna sig eða maður missir... Kjarnaástina, það er þarna eru þær að taka viðtöl við fólk sem að er bara á toppi atvinnulífsins, bæði feður og mæður, fólk sem á börn og er í hjónabandi. Og þarna koma upp, meiri segja það sem þú ert með toppana, þá koma upp þessi sömu atriði. Maður heldur jáfnvel að þegar að fólk er búið að ná svona langt og konur sem eru bara í toppstöðum einhvers staðar, ráðherrar og prófessor og svo framvegis, að þær sé nú ekki að lenda í þessu, en þær er að taka sömu slagina, bara hafa auðvitað meiri ráð til þess að fá hjálp en það er svo stór hluti af ástinni sem þú getur ekkert skilgrænt sem vinnu og stór hluti af samskiptunum, þú getur ekkert bara ráðið eitthvað au pair eða Það er nú algengt að fólk gerir það. Já, en það er samt alltaf þú ert alltaf með tengslinn við makan þín, hvað ætlar að gera við þau og við börnin þín og börnin náttúrulega gera miklu meiri kröfu til mæðra sinna gjarnan. Þannig og það er náttúrulega líka eitt í þessu að konur eru félagslega mótaðar líka í, þær eru miklir þáttakendur í því að halda upp í kynjakerfinu sjálfar. Og þannig að það er engin eitt sökudólgur, við erum alls ekki að setja þetta fram með þeim hætti. Nei. Ekki að skamma kallana. Nei, við þurfum bara að skilja þetta og reyna að, já. Herðu, Anna Guðrún, sagðist það að vera að skrifa núna um föðurlandsást. Nei, ættjarðarást, ekki föðurland þegar ég er að stríða. Ættjarðarást. Herðu, en að því að þú er búin að búa svo lengi, hvað er búin að búa lengi, hvað er langt síðan fluttu frá Íslandi? Fluttu til Svíþjóðar sumarið 1969. Það er svolítið langt síðan, það eru 75 ár. Hérna... Nei, það er 55 ára. Já, 55. Hérna, og það gerist náttúrulega þegar maður er útlendingur eða fluttað heiman og þegar maður eldist þá verður maður oft eldheitari í ættjarðarástinni, eða ekki? Ég veit það ekki. Hefur það ekki komið við þig? Nei. Þú kemur nú úr höfuðstöðum Norðurlands frá Akureyri. Já. En af hverju heldur að þú hafi fengið áhuga á ættjarðarástinni? Nei, ég veit ekki hvað, ég var vitlaus að nefna þetta. Já, nei, það var þannig að sænska stjórnmálafræði tímaritið, altså statsvetenskaplig tidsskrift, heitir það. Það er ritstjóri þar sem er með áhuga núna seint hún síður áhuga fyrir ást og hann hafði samband við mig fyrir 2 árum og spurði hvort ég vildi skrifa ritdóm bók eftir Evu Illús sem að hefur fjallað mikið og svo bók fjallar veit ekki hvort hún er þýdd á íslensku, heitir hún er ekki verið þýdd altså fjallar populisma og er mjög kritisk Ísrael og Síonisman. Já, og hún svo bók byggir á rannsókn sem hún gerði áður en öll þessi ósköp dundu yfir með Ísrael og Palestínu. En þar meinar hún vill hún meina Illús að sér ást sem að eitt af því sem að grefur undan lýðræðinu og svo ást sem hún er þar að tala það er ættjarðarást sem að þá meina valdamenn í Ísrael sem sagt notfæra sér vissan skilning á ættjarðarást til þess að ota Ísraelum á móti Palestínufólki. En í þeirri bók og í því sem ég skrifaði í þessum ritdómi þá minnist hún á mjög fræga og mjög framstúendi, nú tala ég sænsku, heimspeking sem heitir Martha Nussbaum og þessi Martha Nussbaum hafði gefið út bók 2013
sem að hérna 2013, einmitt. já, heitir hérna Political Emotions og þar hérna fjallar hún sem sagt sem að mér fannst mjög góðan hátt að nationalismi, altså ættjarðarástin tilfinningarlega hliðin á nationalismanum, segir líka Illús, og það sem að Martha Nussbaum skrifar í þessari bók og öðrum greinum að nationalismin, altså þjóðernishyggjan hefur Janus andlit, sem sagt hefur tvær hliðar og að þjóðernishyggjan getur verið mjög góð og ættjarðarást getur mjög góð, en getur líka verið mjög vond. Eftir í það hverjum hún snýr. Já. Og þegar ég hafði nefnt þetta í þessari stutta ritdómi Evu Illús, þá bað hann þessi gamli ritstjóri sem ég kannast við frá því gamla daga, bað mig að endilega skrifa eitthvað Martha Nussbaum. Svo ég svona í því hægt og rólega að reyna að kreista úr mér þá mér finnst það mjög áhugavert, og svo þegar ég sagði honum frá að ég hef eiginlega ekki haft svo mikið tíma til að halda áfram með þetta Nussbaum, því að ég hef verið svolítið upptekin við að hjálpa fræðafólki á Íslandi með bók sem það sem að ég svolítið viðrið, eða mín verk eru svolítið viðriðin. Þannig já, en allavega, þannig að það var þessi leið sem að fekk mig inn á og því að ég hef líka skrifað þetta, og það kemur fram í þessum kafla eftir mig sem í bókinni, að ég get lýst sem sagt og analysera þessa breytingu í akademíunni frá því að hafa í flestum fræðigreinum, öðrum en vissum hlutum af heimspeki og svo bókmenntum, að þar mátti ekki nota orðið ást. Og til dæmis þegar doktorsritgerðin mín var gefin út hjá bandarísku forlagi, þá mátti ekki nota orðið, vildi ekki nota orðið ást í titlinum. Altså, titillin á doktorsritgerðin mín frá byrjun var Love, Power and Political Interests. En þeir breyttu titlinum og ég hafði ekkert það að segja. Og hjá bandarísku útgáfunni heitir bókin Why Women Are Oppressed, svo af hverju konur eru kúaðar. En svo var ritgerðin mín líka gefin út hjá spönsku forlagi í Madrid og þar ást í titlinum, og þessi spænska útgáfa hefur, altså ég veit að ég nenni lítið að fylgjast með, en fylgjast ekkert með allir svona tilvísunum og allt sem að getur séð á netinu, en ég veit að þessi kenningar mínar og það sem ég skrifa hefur verið sem sagt ekki mikil athygli í mörgum spænskumælandi lönd og líka Suður-Ameríku og svona. En ég hef sem sagt, ég skrifaði þessa breytingu sem varð frá því að ást var eiginlega útilokuð og frá svona hjá bæði forlögum og í tímaritum sem að vildu hafa virðingu, láta bera virðingu fyrir sér, yfir að áhugin hefur aukist mikið og í bara öllum mögulegum fræðigreinum. Kannski heldur þú mikið? Nei, ekkert enda mikið, en ekki bara í sem sagt félagsfræði, stjórnmálafræði, hagfræði, læknis. Og ekki bara meðal feminista? Bara... Nei, miklu meira að mörgu leyti hjá öðrum í heimspeki og en svona, þannig að það og ég hef haft semst aldrei mikinn áhuga á að fylgjast með, þannig að ég óskaði svo oft ég væri 20-30 árum yngri og hefði meiri krafta til þess að halda áfram að skrifa, en þetta ég auðvitað afskaplega glöð yfir þessum áhuga sem þetta var ekki hér. Aukin áhuga á ást og að skilja hana, er það af því að samfélag okkur er orðið kaldara og anstíkilegra, heldur það? Nei, ég myndi nú ekki orða það þannig. Nei. Ekki verið til út af þörf? Já, það er kannski bara út af í rauninni rosalegri áherslu á einstaklingshyggju. Já, það má segja, og líka í... Maður drekkur ekki nema að vera fyrstur.
Nei, og náttúrulega líka þessi breyting sem er orðið á samskiptum vegna internetsins og samskiptamiðlanna og þetta er að breyta öllum tengslum, líka í kennslu, uppeldi, það er alveg sama hvar þú skoðar það. Þannig að það er, já, ég myndi segja að það er ákall að finna leið þá til að viðhalda tengslum. Þannig að þau verða hvorki til algjörlega að sjálfu sér og það þarf líka að setja orku í að viðhalda þeim. Herðu, gaman að fá okkur, er ekki gaman í kringum útgáfuna? Herru, það er mikið fjör. Það var mjög mikið fjör hjá okkur í gær. Það var útgáfuhóf í gær og við seldum bara upplæði sem við vorum með. Þannig að það er mikil eftirspurn. Og hún kemur í búðir bara núna í dag. Gaman að koma til Íslands í rókverigningu. Já. Svona reykvíst skítviðri í dag. Já, því Reykjavík rignir alltaf, en svo þegar ég tala við bróður minn á Akureyri, Akureyri er alltaf gott veður. Það er ekkert að marka þá. Herðu, Berglind og Anna Guðrún, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.